Eggin í Gleðivík eru eitt helsta aðdráttarafl og einkennismerki Djúpavogs og algengt orðið að ferðamenn leggi leið sinn á staðinn til þess eins að skoða þau. En hvað þetta fyrirbæri í rauninni? Eggin í Gleðivík eru útilistaverk eftir Sigurð Guðmundsson. Þetta eru 34 egg varpfugla í Djúpavogshreppi sem bera öll eða eru öll í laginu eins og egg þessara fugla og standa hérna á stöplum sem að þjónuðu áður sem stöpla fyrir löndunarör bræðslunar meðan að hún starfaði sem slík eða var, starfrækt. Bræðslan hætti starfsemi og hvað þá? Og þá var svona spurningin hvað ætti að gera hérna á höfninni, hvort að ætti bara taka þessa sementstöpla eða hvað ætti að gera og þáverandi sveitarstjórn var mjög fram að nýta svæðið og gera það að einhverju allt öðru. Og þá kom upp þessi hugmynd að tala við Sigurð Guðmundsson sem var þá búinn að kaupa hús hérna á Djúpavogi sem heitir Himnaríki, mjög fallegt hús. Svona hvað væri hægt að setja upp á þessa stöpla og hann kemur með þessa hugmynd að hérna eggformið og þessi tenging við náttúruna og fuglaáhugann hérna á Djúpavogi og Djúpavogshreppi að þetta væri eitthvað sem kemur mjög vel út og hann bara seldi sveitarfélaginu það algjörlega. Já, Djúpavogur kannski talandi dæmi það að bara snúa vörn í sókn og þó að fiskurinn kannski, eða eins og bræðslan og bræðslusvæði hætti að nýta það í eitthvað annað. Já, algjörlega. Já, einhvern veginn, það aldrei lagðar árar í bát. Það alltaf horft bara eitthvað, já, ok, þetta gekk ekki, það var bara hvernig getum við nýtt þetta eða hvernig getum við breytt og gert eitthvað öðruvísi. Þannig að já, það svolítið sterkt í Djúpavogshreppi og einhvern veginn aldrei að horfa þunglyndis augum á ástandið. Listaverkið var sett upp árið 2009 og eru eggin úr kínversku graníti en Sigurður býr hluta ársins í Kína og vinnur mörg verka sinna þar. Þannig á sínu tíma hefur fólki þótt þetta svolítið galið? Dálítið mikið galið. Eða þú veist, já, einhvern veginn að setja upp listaverk á eitthvað sem að áður nýttist í fiskvinnslu var einhvern veginn ekki sérlega hátt skrifað. En sýnir þessi svo fljótlega þegar eggin eru komin upp að þetta verður segull fyrir ferðamenn? Já, algjörlega. Og þetta bara alltaf meira og meira ár frá ári að fólk kemur hingað og þetta staðir sem að allir vilja heimsækja þegar þeir koma til Djúpavogs eða koma sérstaklega til Djúpavogs til að skoða eggin. Þetta eitthvað sem hefur komið mjög skemmtilega út og akkurat þessi tenging einhvern veginn við náttúruna heillar bara alla held ég. Þetta mjög algengt að fólk sé að taka myndir af sér með eggjunum, eitthvað að knúsa þau eða þú veist að verpa eða sitja upp á þeim með eitthvað. Þannig að þetta alveg, já, mikið aðdráttarafl. Og þetta líka svo skemmtilegt þetta það langt listaverk að fólk byrjar hérna og svo labbar það og skoðar egg hvers fugls og svona spáir í þú veist löguninni og já, þetta bara mjög skemmtilegt. Svona fær fólk til að labba líka. Rosa gaman. Svo geta allir eigna sitt eigið egg. Það hægt að kaupa minjagripi sem eru litlar útgáfur af nokkrum af þessum eggjum. Lundaeggið, það seldist upp mjög fljótt. En lómseggið sem mitt hérna stærsta eggið, það hérna lómurinn okkar einkennisfugl, hánorræn tegund. Já, lómurinn og fálkinn og straumundinn. Þetta eru svona litlar útgáfur og þau eru í kössum sem eru eins og stöplanir. Þannig að þau eru svona gráum kössum og svo tekur maður eggið upp úr og setur upp á kassan og þá þetta bara eins og listaverkið.